Komið í sæl. Gaman að sjá ykkur aftur. Við erum flogin af stað með hvítum áfum. Ætlum að vera að dunda okkur við þetta eitthvað fram eftir sumri. Fyrsti gesturinn flogin í hús, flaug að vestan, getum við sagt. Hún heitir Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri. Maður ræðist ekki á garðinn þar sem hann legstur. Ásthildur, velkomin. Þakka kærlega fyrir. Þú flaugst í hús eins og maður segir að vestan? Já. Þú ert að vestan? Já, ég að vestan. Ég á Stykkishólmi. Já. Þegar ég hringdi í þig og vildi fá þig í viðtal, þá sagður jú, en ég að fara á fund. Ertu alltaf að fara á fund? Ég eiginlega alltaf að fara á fund, já. Það dálítið mikið af því hjá mér. Já. Dagarnir eru dálítið mikið fundarhöld hjá bæjarstjóranum. Og sko, maður rótt að velta fyrir sér varðandi fólk sem í svona stöðu. Ferð þú þá að fundi með öllum nefndum eða hvað ertu að gera? Nei. Blessunarlega þá þarf ég nú ekki að gera það. En ég náttúrulega ofta að hitta fólk sem vill funda með mér utan á bæ. Ég að funda með meiri hlutanum, það bæjarráðsfundir, það eru undirbúningsfundir fyrir bæjarráð, það eru sviðsstjórafundir, það verið að funda með einstaka sviðsstjórum starfsmönnum ákveðin mál og svo náttúrulega að koma málum áfram og annað slíkt. Þetta snýst allt fundi eða samtal við fólk með einhverjum hætti. Kemur bæjarverkstjórinn á stífilónum bara inn til þín? Nei, hann gerir það nú ekki, en ég myndi gjarnan vilja það. Já. En ekki hérna á Akureyri, en það var fyrir vestan. Þá kom hann bara úr vinnunni, sem að segja? Já, sjálfsögðu. Bara beint inn til mín eins og ég vil hafa það. Já, en sko, fyrir unga mannesku eins og þig sem er í þessu starfi, er þetta ekki leiðinlegt? Ég meina allir þessi fundir? Nei, en þeir geta náttúrulega verið leiðilegir. Fundir eru alls ekki alltaf skemmtilegir. En ef það þannig að fólk gagnort og ætlar að tekur hlutina bara svona á skömmum tíma og það getur verið að fjasa neitt eða tímanum í eitthvað, þá þetta nú skemmtilegt og að vera bæjarstjóri alveg sérstaklega skemmtilegt starf. En það þýðir það náttúrulega líka að þú þarft að vera inn í öllum málum. Já, ég reyni það. Ég reyni að vera mjög vel inn í málum. Það svona, getur náttúrulega verið misjafnt eftir því sem, hvað að gerast. Já. Stórt bæjarfélag og mikið að vera, en ég svona reyni að hafa góða yfirsýn. Þegar þú átt frí helgar, vonandi áttu það einhver tíma. Já, stundum. Þið fjölskyldan og þú ferð í bíltúr bæinn. Já. Horfir þá í kringu því með þeim augum að segja, já, það þyrfti að laga þetta eða búið að gera, nei, ég ekki búið að gera þetta. Já, þú gerir það? Ég var síðast í morgun, þá sendi ég nú póst á umhverfismiðstöðinu það að mér þætti nú vera heldur mikið að njóla og það mætti nú alveg fara að slá aftur. Já. En færðu þá ekki kvartanir út af svoleiðis líka? Það sé ekki nógu vel slegið eða langt á milli slátta? Já, veistu það minnum það hér heldur en fyrir vestan. Og það nú kannski svona einn munnurinn. En ég held að Akureyringar eru almennt bara mjög ánægðir með bæinn sinn. Já. Og Akureyringar mega líka vera það. Þetta alveg óskaplega fallegur bær. Já, hann það. Alveg yndislegur. Já, það neitar því enginn, en það segir fólk stundum sko að þetta eins og kom til útlanda. Já, þetta útlönd. Þetta hinn íslensku útlönd. Þetta íslensku útlönd. En þú segir fyrir vestan, hvað varstu áður hún kemur til Akureyrar? Ég bjó á Patreksfirði, ég var bæjarstjóri í Vesturbyggð og var bæjarstjóri þar í 8 ár og átti yndislegan tíma og var búsett á Patreksfirði. Á Patró? Já, en þetta Patreksfjörður og Bíldudalur og sveitinnar í kring, en Tálknafjörður er svona smugan eða gasasvæði eftir hvernig þú vill líta á það. Já, en hvað þetta margt fólk sem að þarna býr? Það rúmlega 1000 manns. Já. Og það voru 850 manns þarna þegar ég flutti fyrst. En svo fjölgaði þeim hægt og rólega og það var vegna mikillar atvinnuuppbyggingar á svæðinu.
og mjög gaman að fylgjast með hvernig bærin hefur og samfélagið allt þarna fyrir vestan hefur verið að umbreytast á þessum tíma. Samt svona átt í vök að verjast, Já. svona miðað við aðra staði. Já, jaðarsamfélög eiga alltaf í vök að verjast og það nú bara þannig og það ofsalega erfitt að halda í fólkið og fá atvinnutækifæri og ekki mikill fjölbreytileiki fyrir fólk með mismunandi menntun. Og það hefur verið, og svo náttúrulega líka samgöngur og annað sem hafa verið erfiðar og það flókið að búa afskekt. Og það er kannski það sem út að nefna núna í sambandi við svona afskektarbyggðir. Það það sem að gerir það verkum að það fjölgar mjög hægt eða nær að fjölga. Já, það ástæðan. Og konur hvað ég segja, það kannski ekki alveg eins æstar í að flytja nema þær hafi mjög rík tengsl og það séu gott atvinnutækifæri í boði fyrir báða aðila. Og svo þarf ýmislegt að vera í boði fyrir börnin og það þurfa að vera góðir skólar og dagvistarpláss og annað slíkt. Og þetta eru svona hlutir sem við horfðum sérstaklega á þegar ég var fyrir vestan að reyna að fólk sér á góða skóla og öruggt og gott dagvistarpláss og að það væri jöfn tækifæri fyrir konur og karla. En hvaðan ertu sjálf samt? Ég úr Stykkishólmi. Þú ert úr Stykkishólmi? Já. Það fallegur staður. Já, það yndislegur staður og það svona míníútgáfan af Akureyri. Já. Mér finnst allavega Hólmar ofsalega líkir Akureyringum. Aha. Já, það kannski að því við tölum líka dönsku sunnudögum í gamla daga og svona báðir bæir með svona danskan blæ og voru svona miðstöðvar í héraði. En já, Stykkishólmur yndislegur bær. Áttu heima það lengi? Já, ég flutti lögheimili mitt úr Stykkishólmi 2007. Já, 2007? Já, 2007. En varst nú búin að fara víða þrátt fyrir það? Já, ég var svo sem búin að gera það, en alltaf fastur punktur í Stykkishólmi. Já. Og þá flutti ég lögheimili tímabundið á Seltjarnarnes, en svo til Patreksfjarðar. Já. En stæðstan hluta ævi minnar hef ég búið í Stykkishólmi. Já. Saknaðu staðarins? Já, saknar maður ekki alltaf heimahagana. Ég held að það sé alltaf það römmir svo taug og allt það. En foreldrar mínir búa í Stykkishólmi og bróðir minn býr í Stykkishólmi, þannig að ég með góð tengsl og við förum stundum í Hólminn í heimsókn. Þú Sturludóttir. Já. Ekki oft tengt á milli þín og svo pappa? Jú, það hefur alltaf verið gert. Já. En við bara einhvern veginn, við systkin höfum alltaf alveg verið, held ég, færum að standa á eigin fótum. Já, foreldrar þínir, þau eru? Þau eru Hallgerður Gunnarsdóttir, lögfræðingur í Stykkishólmi og Sturla Böðvarsson, fyrrverandi bæjarstjóri og alþingismaður ráðherra. Bæjarstjóri þar? Já. Já. Og pólitíkus? Já, pólitíkus. Já, þú ert bæjarstjóri, þú varst sveitarstjóri. Varst ekki kölluð sveitarstjóri? Nei, ég var bæjarstjóri líka. Þú varst bæjarstjóri í Vesturbyggð? Já, þeir hugsuðu mjög stórt í Vesturbyggð, það var bæjarstjóri í Vesturbyggð. Já. Heyrðu, þá eitt. Hvað borgarheitið á Akureyri? Já. Ættir ekki að vera borgarstjóri? Já, sko, ég veit það nú ekki alveg, en við erum allavega svona lítil borg. Já. Og hvort sem við viljum vera stór bær eða lítil borg, ég held að sé allavega við að taka þessa borgarumfjöllun og þetta hina borgarumræðuna mjög alvarlegu, allavega alvarlega. Hvaða möguleika, þegar maður talar um Reykjavík sem höfuborg og þar sem allt og allt gerist, eins og maður segir, hvaða staðir eða landshlutar eiga helst möguleika á því að dafna út frá því? Það náttúrulega Eyjafjarðarsvæðið og þá tala ég stór Eyjafjarðarsvæðið. Já. Ég vil láta það teygja sig frá Skagafirði og yfir að Skjálfanda og Húsavík líka. Já. Við erum að horfa á það svæði. Já. Svo erum við náttúrulega með mjög öflugt svæði niður á fjörðum þar sem hefur náttúrulega verið miklar tekjur og öflug samfélög niður á, eins og í Fjarðabyggð og nú verið að mynda nýtt samfélag. En
stór Eyjafjarðarsvæðið hið sanna mótvægi við höfuðborgarsvæðið. Ég held að það leiki engin vafi á því. Og að því að höfuðborgarsvæðið náttúrulega teygja anga sína alla leið austur í Árborg, Selfoss og svo upp í Borgarnes. Það upptökusvæði höfuðborgarinnar og það alltaf sífellt fleiri sem vilja búa aðeins fyrir utan borgina og hafa efni á að kaupa sér stórt einbýlishús þar eða gott íbúðarhúsnæði en vinna í bænum. En þetta alvöru, við höfum öll tækifæri til þess að vera sanna mótvæði við höfuðborgina. Við nógu duglega að berjast fyrir þessu? Má ekki bara orða að rífum við nógu mikinn kjaft? Við megum alveg rífa meiri kjaft. Það ekki? Jú, og ég held að það má alltaf vera duglegri að segja frá sínu. Svo held ég líka sé mikilvægt að tala það hversu glæsilegt samfélag hér fyrir norðan. Og þetta þarna, að því einhver sagði við mig að Akureyringar væru svo rognir með sig. Mér finnst það alls ekki. Mér finnst það alveg meg að segja meira frá því hvað þetta stórkostlegt samfélag og hvað gott að búa hérna, hvað eru góðir skólar hérna, náttúrufegurðin, hvað hugsað vel gamla fólkið og þá sem minna mega sín. Því að þetta hér svo margt í gangi, stórkostlega öflug fyrirtæki sem að gera frábæra hluti. Þannig að við höfum alla möguleika á því að vaxa og dafna í framtíðin. Samt fjölgar okkur hægt. Já, veistu það, þetta vandi landsbyggðarinnar í hnotskurn. Já, bara í heildina. Já, það bara því miður þannig. Já. Og það virðist, en Reykjavíkur aflið og miðflótta afl höfuðborgarinnar svo ofboðslega mikið. Þegar þú ert bæjarstjóri fyrir vestan og tekur ákvörðun að sækja bæjarstjórastöð á Akureyri, sást hana bara auglýsta eða hvíslaði einhver að þér eða hvernig fór þetta fram? Sko, maðurinn minn, ég var nú bara fílu í Reykjavík, en maðurinn minn hringdi í mig og sagði, nú við að fara að flytja á Akureyri og þú ætlar að vera bæjarstjóri þar. Og ég sagði bara, já, allt í lagi. Og þá hafði hann og vinkona okkar eitthvað verið að plotta sig saman. En það var hann sem átti þessa hugmynd. Að fara til Akureyri? Já, að sækja að þú sæktir Já, og að ég myndi sækja og ég sendi umsóknina mína þar af hótelherbyggi í Króatíu, þar sem við vorum í sumarfríi. Nú, já. Og já, bara lét á það reyna. Taldi mig alveg jafngóða möguleika á allir aðrir. Já, það ekki? Jú. Vissur eitthvað staðinn? Smávegis. Já. Ekki mikið. Hringdirðu frá Króatíu í einhvern sem þú þekkir? Já, gerði það. Já, það? Já. En ég náttúrulega kynnti mér svona helstu stað þetta verkefni og sögu og annað slíkt og náttúrulega oft komið hingað. Já. Og Akureyri alltaf verið svona, efstur á listanum yfir þá staði sem maður heimsækir í sumarleifum. Þannig að ég gerði það og kom hingað og fór rúndinn, skoðaði bæinn og kynnti mér á. Og svo var ég hérna í smá tíma meðan síðustu viðtölum fóru fram. Og sko, ég man nú ekki hvernig þetta var, ég veit ekki, voru margir sem sóttu þetta? Já, þá voru allir margir. Þannig að það voru viðtöl og þess áttar? Já. Og hvað? Sér ég bara var síðan ráðinn. Já. Það var bara þannig. Hvernig fer svona ráðning fram? Þetta ákveðin, þeir boðið eitthvað ákveðið? Nei. Það þarf að semja allt? Nei. Viðtölum fara bara fram. Fyrst fór ég viðtöl á forseta bæjarstjórnar, svo fór ég 2 viðtöl með meirihlutanum og ásamt aðila frá ráðningarstofunni. Og ég hafði nokkur verkefni til úrlausnar og til þess að leysa. Fyrir bæinn? Já, sem ég bara kynnti og fyrst var ég bara með svona kynningu hvernig ég sæi fyrir mér hlutina. Og svo fékk ég smá, aftur annað verkefni. Hvaða verkefni voru það? Ég vissi það, ég man það ekki. Ertu búin að lesa þig? Ég veit það ekki. Ég man það ekki, þetta svona smá þökkum. En fer þetta þannig fram? Já, það mjög algengt að þú fáir verkefni til þess að lesa. Já. Og svo bara viðtöl og hvernig, og bæjarstjórastarfi líka hvaða tilfinningu þú færð með viðkomandi.
hvernig þú passar saman, hvernig þú telur þið getur unnið með viðkomandi og svo náttúrulega meðmæli og umsagnir frá fólki sem hefur unnið með manni fyrr. Þannig að þau sem að hér voru að fást við þig hafa væntanlega hringt vestur. Já, örugglega. Og tala við fólk og bara gera hvernig hún þarna Ásthildur? Getur hún orðið bæjarstjóri á Akureyri? En svo náttúrulega hefur einhvern skóla í grunn undir þetta allt saman. Já, ég er stjórnmála- og stjórnsýslufræðingur. Stjórnmála- og stjórnsýslu, já, allt í lagi? Já. Já, frá Háskóla Íslands? Já, frá Háskóla Íslands og bandarískum háskóla. Já. Sem heitir Pace University og er í New York. Já, sko, stjórnmálafræði. Man ávall að þurfa að spyrja hvers vegna. Vistu það, ég hef alla tíð haft ofsalega mikinn áhuga á samfélagsmálum og að vera svona analisti í stjórnmálum og ég hef alltaf kunnað best við mig og bak við tjöldin þar. Já. En mér finnst bara stjórnmálum alveg óskaplega skemmtileg og bara gaman að fylgjast með stjórnmálum almennt. Þannig að teórían heitlaði mig mjög. Já. Og svo er stjórnmálafræði ekki endilega bara pólitík, heldur að þetta er meira svona samfélagið, hvernig samfélagið virkar. Já. En sko samfélag, svona tiltölulega lítið samfélag eins og hér, hvað þá fyrir vestan, þá eru kannski ekki svona neinn pólitísk hnútuköst, sko. Er ekki fólk að vinna meira sameiginlega hlutum? Jú, ég myndi segja að þegar að kosningum loknum þá nú flestir svona í Akureyrarflokknum. Já. Eða Vesturbyggðarflokknum, það eru allir að vinna að hagsmunum samfélagsins. Og ég vil nú hrósa bæjarstjórninni hér á Akureyri því hún er alveg frábær. Og auðvitað tekst hún með heilbrigðum hætti á mál, hún var sjálfsögð ekki sammála allt, en það væri það óeðlilegt. En það er alltaf hugsað að ná farsælli niðurstöðu fyrir samfélagið. Og það skiptir höfumáli. Og það er ekki verið að með hnútuköstum einhver mál sem skipta engu máli. Sem ekki, fólki kann að greina aðalatriðin frá aukaatriðin. Stjórnsýslufræðingur. Ég held að, sko, þegar maður heyrir þetta orð... Já, þetta er alveg verið hræðilega leiðilegt orð. Þá segir maður... Bara, æ, nei. Er þetta eins og, sko, bókhaldari að... Smá. Já, hvernig er þetta? Þetta er ljótt orð. Alveg ofsalega ljótt orð. Já, þetta er alveg leiðilegt. Sko. Já, þetta er alveg ofsalega leiðilegt orð. En þetta er svona meira gangverk hins opinbera. Þannig að þú þekkir það þá mjög vel. Já, ég tel mig að þekka það líka mjög vel eftir að hafa unnið í þessum geira í, hvað ég segi, 15-16 ár. Svona ung kona eins og þú ert. Já, af því að bara eftir ég kláraði háskólanám þá fór ég að vinna hjá Atvinnuþróunarfélaginu á Vesturlandi. Já. Og samtökum sveitafélaga á Vesturlandi og vann þar eiginlega meiri hlutan af mínum starfsaldri áður en að ég fór vestur. Þannig að þú hefur marga flugtíma? Já, ég hef marga flugtíma í þessum bransa. Ferðu eins og núna í þessu starfi, núna ferðu mikið, þarftu að sækja mikið suður eins og það stendur? Sko, það var þannig fyrir COVID. Já. En blessunarlega þá eru Reykvíkingar líka búnir að uppgöta fjarfundabúnað. Þannig að nú reynum við að funda eins og við getum í gegnum fjarfundabúnað. Og það er mjög gott. Og það gengur vel. Mjög vel. Menn tala að sko fundi sem miklu styttri og nýtsmiðaðri og þess aftar. Það er allt betra við þetta. Já. Og ég sem hugsa að nýta tíman sem best. Og mikil áhuga manneskjum að hafa hlutina knappa en vera ekkert að tegja lopan. Þetta er skipulagt? Ég myndi segja ég verður svona skipulagt kaos. Já. En já, ég er skipulagt og vil hafa hlutina mjög svona inn í kassanum. En þú veist, ég hugsa svona í trappissu. Já. Ég segi það stundum. Já. En þú ert náttúrulega væntanlega með sko fólk með þér, aðstofafólk á skrifstofu og þess áttar. Ég er með aðstofamann sem hjálpa mér að láta daginn gangu upp og fara í að ýta eftir máli sem þarf að ýta eftir. Hann gerir það. Þú hefur yfirsjónina og þú ert mynd á það á morgnana hvað og fjalla og svona. Já, ég er með þetta alveg og hvað ég er að fara að gera og svo hjálpar aðstofamaður mér í að við leysum úr þeim máli sem þarf að leysa úr. Er þetta mjög erilsamt? Já, þetta er erilsamt. En ég get hins vegar sagt þér að það
það var erfiðara að vera bæjarstjóri fyrir vestan. Nú, Já. út með það. Það er bara því að það er miklu meiri nánd. Þú þekkir fleiri. Ég þekki miklu fleiri og þetta fólk sem er miklu nærri þér í samfélaginu. Já. Og það getur verið flóknara. Hann kemur inn og segir eitthvað við þig og biður aðstoð og segir nei, Siggi minn, því miður, þá get ég bara ekki hjálpað þér. Já, það er bara stundum það þannig. En það er miklu erilsamara hér og flóknara. Já. Og þú varst að tala vorum að minnast á það í byrjuninni, sko með fundina. Koma margir venjulegir bæjarbúar inn til þín og fá með sín erindi til að spjalla? Já, það er alltaf reytingur sem kemur. Og það er bara fyrir COVID, þá var ég alltaf með svona 4 til 6 viðtöl í viku sem voru bara venjulegir íbúar. Og skráir fór sér niður? Já, það bara pantar. Ef ég þarf að tala við þig þá? Já, það bara pantar að viðtalin er Ráðhúsi og þú farið viðtal við mig. Já. Og hvað langar tíma? Hálftíma. Hálftíma? Já. Fá með kaffi og svona? Já. Far kaffi og vatn. Og móla kannski. Já, en er það ekki dálítið skemmtilegt að vera í þannig landi fólk? Jú, mér finnst það og mér finnst líka gaman að heimsækja stofnanir bæjarins. Ég gerði það þegar ég byrjaði, þá heimsótti ég alla stofnanir bæjarins. Og mér finnst ofsalega gaman að heimsækja fólki sem er að vinna fyrir Akureyrarbæ og líka að fá fólki heimsótt til mig því að þú veist, þá er ég líka að kynnast íbúunum. Það er öðruvísi sínamál. Ég hef unnið mikið fyrir bæinn. Já, ég veit. Ég vann í Malbík og ég á Skurði og allt mögulegt. Já, þá hefur verið að vinna önnur störf heldur en ég veit það. Já, ég hef aldrei verið bæjarstjóri. Nei. Fjölskylda þín. Já. Maður þinn sem var svo ákveðinn að láta þig sækjum starfa á Akureyri. Hver er hann? Hann heitir Hafþór Gylfi Jónsson og er patreksvirðingur af ætt og uppruna og öllu leyti. Já. Og við eigum 2 börn. Hann átti 18 ára strák fyrir og hann heitir Daniel Jón og er hér í menntaskólanum og býr hjá okkur. Og svo eigum við litla 3,5 árs gamla stelpu sem heitir Lilja Sigríður. Hún kemur þá bara pínulítið hingað? Já, hún kom 2 ára hingað. Já. Og hvað gerir maður þinn? Hann er með smábátaútgerð og svo er hann í alls konar. Og hann er bátasmiður og svona er í að þróa alls konar hugmyndir og svona, já, hann er bara allt múlið. Og hefur hann nóg að gera í því hér? Já, hann hefur nóg að gera í því hér. Þannig að hann hlýtur þá að vera sæmilega ánægður með það að vera hér fyrst að hann hvatti þig? Já, hann segir að þetta hefur verið hans mesta gæfuspor í lífinu. Það hefur verið að flytja með mig hingað. Já. Flytja með mig hingað. Já, er hann á sjó? Já, hann er hættur þessari klassísku vetrarvertíð. Hann gerði það alltaf, en hann fer á grásleppuvertíð á vorin og svo, en gerir bátinn út ennþá. Finnst þér gaman að fara á sjó og veiða? Já, mér finnst það mjög skemmtilegt. Já. Er það þá bara sveitastelpan og vestlendingurinn í þér? Já, en ég er ekki að fara með honum í róður, en bara að fara út á sjóstöng. Já, mjög skemmtilegt. Já, ég er bara náttúrubarn. Já, og hvaða áhugamál hefur þá? Ég er með alls konar áhugamál. Svo mamma sagði einhvern tímann, ég hefði áhuga alveg óskaplega mörgu. Já, komdu með þetta. Ég hef áhuga á náttúrunni og umhverfi mínu. Ég hef áhuga á fólki. Ég er alveg bara sérstakann áhuga á svona hönnun og arkitektúr og þjóðbúningum og saumaskap og prjóna og alls konar. Skíðum og stangveiði. Geturðu sinnt þessu? Nei, en ég þú er áhuga? Já, ég hef áhuga. Ég fer reyndar, ég reyni að fara inn á Laugaland einu sinni í mánuði og einu sinni í viku að sauma með konum í þjóðbúningasaum. Og það er svona stóra áhugamál. En hef ég ekki séð myndaðir í svona óskaplega fallegum þjóðbúningi? Jú. Mamma mín saumaði hann. Og er hún áhuga manneskja um þetta líka? Já, hún er og mikil handhafin kona. Já, en pabbi þinn? Nei, hann er áhuga maður að við séum fínar. en nei, ég get ekki sagt það, en hann er mjög handleginn. Hann er smiður. Já, hann er það, já. Þannig að bara eftir þessi 2 ár sem þú ert búin að vera. Já.
þá líður þér vel á Akureyri. Já, alveg dásamlega. Það er skemmtilegt að þú spyrir að því vegna þess að við vorum að keyra niður Gili í gærkvöldi við hjónin og veðrið náttúrulega eins yndislegt og það er nú hér nánast alla daga. Og við vorum að tala um það hvað við varum glöð og hamingjusöm og þakklátt fyrir það tækifæri að hafa fengið að koma hingað og búa hérna og hvað við værum lukkuleg með lífið hér fyrir norðan. Þarf ekki að borga laun fyrir þetta eins og forsetafrúin sem auðvitað Ísland? Nei, það þarf ekki að gera það. Hann vinnur úti. En sko, þú lítur þá björtum augum til framtíðarinnar. Já, að sjálfsögðu. Ég er svo bjartsýn. Sérðu fyrir þér, hefur það í huganum að þú verðir nokkuð lengi hér? Ég allavega sé framtíð okkar fjölskyldunar hér á Akureyri, já. Ég vona það. Ég vona að við eigum eftir að búa hérna lengi. Búin að eignast marga víni? Já, alveg nógu marga. Alveg nógu? Já, alveg nógu marga. Sko, ég tek oft myndir af fólki svona í lokin. Já. Og ég ætla ekkert að breyta neitt út af því, þó að hafi komið uppihald í sambandi við þessa þætti. Já. Þannig að hérna, nú ætla ég að taka mynd af þér. Elskar mynd æðis. Þakka fyrir. En nú sko, við erum rétt að reyna að skríða út úr COVID. Já. Það má helst ekki kveðjast með handabandi. Nei. Takka þig fyrir spjallið. Já, takk Ánægjulegt að hitta þig. Já, sömuleiðis. Ég ætla samt að hilsa. Já, takk. Helga. Takk.